Góðan daginn. Gæti verið að við séum núna að fá inn hljóð í þetta. Já, það er komið. Afsakið þetta, það er engin góð vefkynning nema það séu smá tæknileg vandamál. Verið velkomin á þennan kynningafund vegna skipulagslýsingar fyrir nýtt aðalskipulag. Kristinn Pálsson heiti ég og ég er skipulagsfulltrúi sveitarfélagsins og við erum að halda þennan kynningafund með þessum hætti, þennan íbúafund af augljósum ástæðum. En okkur gefst auðvitað ekki kostur að koma saman til þess að ræða efni þessara kynningar og efni lýsingarinnar sem við erum búin að senda út. Markmiðið af þessum fundi er í raun að fara í grófum dráttum yfir helstu þætti lýsingarinnar og svona hvað kemur þar fram. Og við vonumst til þess að geta þannig upplýst og einfaldað og vonandi svarað einhvern spurningum. Þið sjáu svo sem að það er gluggi hægra megin á skjánum hjá ykkur þar sem þið getið skrifað inn spurningar. Þið megið líka senda spurningar á skipulag@mos.is og við reynum að svara þeim eftir bestu getu. Bæði lýsingin sjálf og þessi upptaka verður síðan aðgengileg inn á mos.is/adalskipulag og við ætlum að reyna að halda svolítið utan um vinnuna þar. Við kannski höfum ekkert fleiri orð um það en eins og ég nefni þá verður líka alltaf hægt að hafa samband eftir þessa lýsingu og eftir þessa kynningu og seinni stigum aðalskipulagsvinnunar. Þannig að við munum vinna þessu næstu 2 árin að minnsta kosti. Ég ætla að komum okkur hérna áfram inn í kynninguna. Eins og áður kom fram þá erum við að fara núna í endurskoðun aðalskipulag Mosfellsbæjar. Og við höfum sendt frá okkur gagn sem er í formi svokallaðra skipulagslýsingar, þar sem að efnisyfirlitið í raun sýnir hvaða þætti er ætlast til þess að vinna með í aðalskipulaginu og hvaða helstu atriði verða til skoðunar, hvernig að vinnunni verður staðið, hvernig samráðið er og flestar upplýsingar þær áætlanir og þau gögn sem að verða nýtt til vinnunar við að setja saman nýtt aðalskipulag. Þið sjáu það kannski á þessari glæru hversu yfirgripsmikið þetta í raun er. Skipulagslýsingin er 19 blaðsíður í heildina og hefur verið send til umsagnaraðila og líka aðgengileg öllum. Þannig er að endurskoðun aðalskipulags byggir í raun á því að við munum taka aðalskipulag Mosfellsbæjar sem er 2011 til 2030 samkvæmt bókunum bæjarstjórnar og vinna úr því nýjar áætlanir. Síðasta skipulag var staðfest 2013 og tók þar með við af skipulaginu 2002 til 2024. Það er ekkert óeðlilegt að skipulag skuli vera tilgreint í lengri tíma heldur en að það raun tekur gildi. Sjáum það kannski að samkvæmt þessu þá erum við að fara núna inn í nýtt skipulagstímabil þó svo að við séum ekki komið fram til ársins 2030 en það er vegna þess að margar þær forsendur sem voru nýttar til vinnunar áður hafa breyst og það á því er tekið í þessari lýsingu. Þannig var að skipulagsnefnd Mosfellsbæjar samþykkti það í september 2018 að hefja vinnuna við endurskoðun aðalskipulagsins. Og er þetta gert í samræmi við skipulagslög og skipulagsreglugerð. Bæjarstjórn samþykkir síðan í kjölfarið að fara í þessa vinnu. Hún er í raun að hefjast að fullu þetta árið og búin að vera í undirbúningi síðan að þessar samþykktir lágu fyrir. Aðalskipulagsvinnan er þannig uppsett að í byrjun árs ákveðum við að bjóða út vinnuna, ráðgjafa vinnuna hjá Ríkiskaupum. Og út úr því kom verksamningur og samningur sem við höfum átt með Arkís arkitektum sem að verða aðalskipulagsráðgjafar og hönnuðir að í raun nýju aðalskipulagi eða höfundar. Þannig munu þeir halda utan um vinnuna, starfsfólk Arkís, ásamt starfsfólki hér
og síðan verða fleiri ráðgjafar og ráðgjafarskrifstofur eða aðrir aðilar sem að vinna einstaka þætti, kafla eða áætlanir inn í þessa vinnu. Skipulagið er ætlað að taka gildi innan þessa kjörtímabils og vera þar með tilbúið til samþykktar vorið 2022 og áætlunin er að við munum skoða helstu svæði sveitarfélagsins og raun sveitarfélagið allt. Afmörkun sveitarfélagsins ættu nú íbúar Mosbæjar að þekkja. Það lokast af og er með nágranna að nokkrum stærri sveitarfélögum hérna á höfuðborgarsvæðisins. Það er annars vegar Reykjavík á 2 vegu, Bláskógabyggð, Grímsnes og Grafningshrepp, sveitarfélagið Ölfus og Kópavogsbær. En við munum auðvitað vinna líka mikið með áætlanir annarra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem er hluti af samstarfi sveitarfélaga á suðvesturhorninu eða höfuðborgarsvæðinu. Skipulagið er þannig í raun að taka á 2 þéttbýlishlutum. Þetta er annars vegar þéttbýli sem er með miðsvæði í Mosbæ og hins vegar miðsvæði að þéttbýli í Mosfellsdal samkvæmt skipulagi og markast þannig af Helgafelli og Reykjafelli. Hinn þéttbýlishlutin sem er þá Mosfellsdalurinn er suðurhluti við Þingvallaveg. Aðdragandinn að gildandi aðalskipulagi var það að við þurfum að byggja þetta á leiðarljósum og markmiðum og verða markmið skipulagsins skoðuð og meginmarkmið í upphafi vinnunnar sett. Eins og fram kemur í gildandi aðalskipulagi voru leiðarljósin eftirfarandi. Í skipulagi og uppbyggingu Mosfellsbæjar skal leggja áherslu á fjölbreytta manneskjulega byggð, þar sem fjölskyldan er í fyrirrúmi, vandaða umhverfismótun og góð tengsl við aðliggjandi útivistarsvæði og náttúru. Lögð skal áhersla á sérstöðu og sjálfstæði Mosfellsbæjar en einnig á stöðu hans og hlutverk í samfelldri byggð höfuðborgarsvæðisins. Skipulag bæjarins og mótun byggðar og umhverfis stuðla að velferð íbúanna. Það hefur stundum verið sagt að Mosfellsbær sé í raun sveit í borg eða borg í sveit og þessi leiðarljós verða örugglega höfð sem stórt og mikið markmið í nýju aðalskipulagi leið og við munum vinna áfram að því að stuðla að betri samgöngum bæði til og frá sveitarfélaginu og tengingum í ýmsum þáttum við nágranna okkar. Ástæða þess að farið var og samþykkt að fara í heildarendurskoðun aðalskipulagsins eru ýmsar áætlanir og markmið sem hafa breyst frá því að skipulagið tók gildi 2013. Það er þannig skilgreint í lögum að eftir sveitarstjórnarkosningar hverju sinni skal tekin ákvörðun hvort að endurskoða eigi aðalskipulag. Í þetta skiptið, þetta sveitarstjórnarkosningar 2018, lá fyrir ansi margar breytingar og stefnumótun sem höfðu áhrif á hvernig skipulagið ætti í raun að vera og var skipulagið sem var samþykkt 2013 farið að hafa áhrif á að erfitt var að fylgja nýjum markmiðum. Hér má til dæmis nefna að heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun hafa verið tekin fyrir og verða þannig á dagskrá við nýja skipulagið. Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins tók gildi 2015 og hefur einnig tekið breytingum eftir það og er ætlað að vera í gildi til 2040. Þetta er eftir núverandi aðalskipulag Mosbæjar. Einnig má nefna að við gildistöku skipulagsins var tekin í notkun ný og samþykkt skipulagsreglugerð sem að hefur áhrif í heild sinni á hvernig framsetning skipulagsins skal vera og ýmsa aðra þætti, en einnig er núna verið að samþykkja nýja og rafræna framsetningu aðalskipulaga. Þannig að við þurfum að vinna eftir nýjum ákvæðum hvað það varðar. Landsskipulagsstefna var samþykkt 2015 og hefur verið staðfest af Alþingi og þarf að hafa hana til grundvallar. Samgöngusáttmáli höfuðborgarsvæðisins var undirritaður á síðasta ári og raun kemur eftir að ákveðið var að fara í endurskoðunina.
Uppbygging í sveitarfélaginu hefur verið mjög mikil og íbúafjölgun umfram það sem gert var ráð fyrir í íbúaspá. Ný umhverfisstefna Mosfellsbæjar mun einnig hafa áhrif á þetta og munum við hafa hana að leiðarljósi enda hefur þar verið farið ofan í saumana af ýmsum heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Hér má sjá hvernig uppdrátturinn var settur fram í gildandi aðalskipulagi 2011. Sambærilegur uppdráttur verður að sjálfsögðu aðgengilegur eftir gildistöku af nýju skipulagi. Hann mun vera í þessu PDF formi þar sem hægt verður að skoða hann. En rafræn skil muni einnig gera það auðveldara að bera saman nýtingarflokka, reiti og greinargerð þar sem ekki þarf hugsanlega fletta jafn mikið á milli. Heldur gert ráð fyrir að tæknin gefa okkur kost á því að eiga auðveldara með að skilja og lesa breytingar sem að verða og þau ákvæði sem að eiga sér stað fyrir hvern og einn flánka skipulagsins. Sjáðu til dæmis að í stóru mynd aðalskipulagsins fyrir sveitarfélagið í heild sinni getur verið erfitt að lesa ofan í smærri og minni þætti eins og frístundabyggð eða aðra staði sem eru utan þéttbýlis og vonumst til þess að rafræn skil og gagnasjá í þessu gera okkur auðveldara fyrir. Í tengslum við aðalskipulagsvinnuna verða unnar eftirfarandi viðaukar eða skýrslur og það er minjaskráning og umhverfismat áætlana, samgönguáætlun og ný íbúaspá og húsnæðisáætlun. Þetta er Þetta þarf að vinna samkvæmt kröfu en einnig líka má benda á að minjaskráning sveitarfélagsins úrelt samkvæmt nýjum lögum skráningu minja og þarf að fara í heildræna skráningu þeirra innan tímabilsins. Við munum taka í einhverjum skrefum skráningu þéttbýlisins og ákveðin svæði sem áætluð eru til hugsanlegrar uppbyggingar innan skipulags tímabilsins og eftir atvikum innan þess tímabils reyna að fara í heildræna skráningu minja innan sveitarfélagsins. Þetta unnið í samvinnu og samstarfi við Minjastofnun Íslands og koma þeir bæði að ráðum og ráðgjöf hvað þetta varðar. Umhverfismat áætlana einnig þarft að hafa með, sérstaklega þegar farið á í staðalvalsgreiningar eða mat á því hvort að það land sem að ég leggja undir sé bæði stuðli að sjálfbærri þróun og dragi þá hugsanlega kannski neikvæðum umhverfisáhrifum eða hvernig við erum raun að sjá fyrir okkur byggðin að þróast. Á þessu tekið í skipulagslýsingunni með ákveðin nánari hætti en einnig munum við fá sérstaka ráðgjafa inn í þessa vinnu til þess að meta fyrir okkur ákveðna þætti. Þá má nefna nokkur dæmi svo áhrif aukins eða breytts byggðarmagns í byggð og umhverfi samfélags og samgöngur. Áhrif aukinnar umferðar sem uppbygging leiðir af sér og hljóðvist og loftgæði umferðar. Áhrif fjölgunar íbúa og núverandi stofnanir og getu sveitarfélags til þess að þjónusta. Við munum gera ráð fyrir að þessi áætlun verði höfð til skoðunar við alla áætlanagerð stækkun sveitarfélagsins og hvernig við munum stuðla að uppbyggingu þess á næstu árum. Þetta hluti af samgönguáætlun sem að þarf að skoða og í takt samvinnu við vegagerðina sem að fer náttúrulega með mjög mikill hagsmunaaðili varðandi stóran samgönguás Vesturlandsvegar í gegnum sveitarfélagið sem og annarra vega í dreifbýli og verður samgönguáætlun unnin með sérstakri skoðun á ákveðnum samgönguhnútum og samgönguspá en nýtt samgöngulíkan hefur verið unnið af Mannvit og í samstarfi við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu. Við munum hafa það til grundvallar í þessari vinnu og einnig þar þurfum við í Mosfellsbæ að taka til greina nýjan samgöngusáttmála komu borgarlínu og bættra almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu sem og hugsanlegra legu og samgöngugetu Sundabrautar sem hefði áhrif á Vesturlandsveg. Þetta hluti af þeim áætlunum sem verður til skoðunar í samgönguáætlun.
Íbúaspáin, hún þarf að vera til skoðunar, en íbúafjölgun á árunum 2012 til 2019 hefur verið umtalsvert meiri en spá svæðisskipulags gerði ráð fyrir. Að meðaltali hefur fjölgunin verið 3,8% í sveitarfélaginu. Það má nefna að í upphafi ársins 2019 var þegar komin 600 til 750 íbúa upp fyrir þá spátölu sem var gert ráð fyrir að sveitarfélagið næði markmiðum sínum 2025. Þess vegna er mjög þarft og nauðsynlegt fyrir sveitarfélagið að endurskoða þessa íbúaspá og áætlun þarum. Í greinargerð og skipulagslýsingu má sjá að farið verður yfir helstu þætti þessarar endurskoðunar. Þetta er í raun kaflaskipting aðalskipulags eins og hún kemur fram í greinargerð. Við gerum ráð fyrir því að allir kaflar aðalskipulagsins verði til skoðunar. Það er bara vegna þess að með rafrænum og breyttum skilum og breyttri reglugerð þarf að endurrita langflest atriði í aðalskipulaginu, þó svo að megin markmið flestra þessara kafla eru kannski ekki að fara að breytast. Sveitarfélagið mun hafa að leiðarljósi þau markmið sem hafa verið hér áður og við munum alltaf reyna að ganga út frá því að eiga ákveðið samstarf hagsmunaaðila fyrir hvern kafla fyrir sig og reiknum ekki með að það verði mikil umturnun á þeim þó svo að það fyrir að fara efnislega ofan í saumana á þeim öllum. Í lýsingunni má sjá hvernig farið er yfir þessa helstu kafla. Þið getið séð að þau atriði sem að koma fyrir í greinargerð aðalskipulags má nefna atvinnulíf, efnisnámur, frístundabyggð, grænt skipulag og jarðhita ásamt samgöngum og umhverfi. Þetta eru nokkrir stóri þættir ásamt skógrækt og verndarsvæði í byggð. Þar má og verndarsvæði fyrirgefið og náttúruvá. Ekki kannski þörf á að fara mjög djúpt ofan í hvern kafla fyrir sig, en það er í lýsingu skautað á grunnum helstu þessa þætti eins og þeir birtast í aðalskipulaginu sem við höfum núna staðfest í Mosfellsbæ. Við getum nefnt Ég ætla að nefna það að eins og fram kemur á þessu eru samgöngur aftur stór hluti sem og umhverfisstefna og þeir þættir sem við höfum nefnt eiginlega varðandi þær nýju áætlanir sem við höfum í sveitarfélaginu. Þá er vert að taka líka til skoðunar og leggja mat á það hvort að skilgreina eigi ört vaxandi útbreiðslu, sem sagt bæði atvinnulífs, ákveðina umhverfisþátta og sveitarfélagsins í heild sinni innan skipulagstímans. Við getum séð að stóru þættirnir eru í raun íbúaspá sem að þarf að hafa í huga varðandi útbreiðslu og stækkun sveitarfélagsins. Heildarfjöldi íbúa árið 2018 er nánast í raun á pari við þá spá og rauntölur Hagstofunnar aldursskiptingu. Þegar þetta er borið saman í raun við aðalskipulagið eins og það var uppsett, kemur í ljós að lækkun hlutfalls yngstu aldurshópanna, sem þá eru þá þessir 0 til 14 ára, eru miklu hraðar en spá var í upphafi, sér í lagi hjá yngsta hópnum sem eru yngri en 4 ára. Þetta er þó ekki það mikið í miðað við aðrar spár. Aðrir hópar eru leið að stækka og eru það kannski eldri hópar og í elsta aldurshópnum var spáð mestri hlutfallslegri fjölgun og er það í raun að ganga eftir. Íbúafjölgunin er þannig eins og áður kom fram á síðustu árum með 3,8% og er þar með meiri heldur en spáð var í upphafi. Og munum við gera nýja spá í takt við greiningu síðustu ára.
Við gerð aðalskipulagsins kemur aftur að þeim áætlunum sem að skipta máli og við þurfum að hafa til hliðsjónar að því hvernig við ætlum að meta markmið og getu sveitarfélagsins til þess að vaxa innan þessa höfuðborgarsvæðis eða suðvesturhorns. Þá eru nokkrar áætlanir sem að skipta miklu máli og hafa tekið gildi á síðustu árum. Til að mynda eins og nefnt var áður, þá má segja það að svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins, sem svæðisskipulag 2040, er í raun sameiginleg stefna sveitarfélaganna á svæðinu sem að náð hefur utanum ákveðið samstarf þeirra skipulagsmál og hagkvæman vöxt svæðisins á þessu tímabili. Höfuðborgarsvæðið allt er í raun eitt búsetusvæði eins og það er hugsað, einn atvinnu- og húsnæðismarkaður og með sameiginleg grunnkerfi eins og þau eru í raun skilgreind. Þar koma aftur samgöngur og útivistarsvæði, auðlindir og náttúra. Í öðrum áætlunum má nefna að svæðisskipulagið tala líka ákveðna vatnsvernd sem að hefur verið endurskoðuð og verður vatnsverndin uppfærð á nýjustu kortum. Síðan er landsskipulagsstefna sem samþykkt var á Alþingi í upphafi ársins 2016. Í fyrsta sinn var í raun gerð samræmd stefna þetta árið skipulagsmál á landsvísu, þá fyrir sveitarfélög og ákveðin landsvæði, þar sem að settur ákveðin markmið í uppbyggingu lands og nýtingu þess. Í landsskipulagsstefnunni voru settar þó líka fram áherslur skipulag sem að varðar byggðaþróun og landnotkun á landsvísu og almannahagsmuni. Þetta eru áætlanir sem verða að nota nýttara leiðarljósi hvernig uppbyggingu skal háttað. Skipulagsmál sem ætlað er að tryggja heildarhagsmuni við gerð skipulagsáætlana sveitarfélaga. Samgöngur og samgönguáætlun og samgöngusáttmálar eru ný heildarstefna í samgöngumálum. Þetta er áætlun sem að samþykkt var á Alþingi í upphafi ársins 2019. Hún er náttúrulega stefnumarkandi áætlun næstu 4 árin, eða næstu 3 árin sem við erum komið fram á núna, og er þar með aðgerðaráætlun sem er í raun endurskoðuð í hvert skipti árlega á Alþingi. Við munum reyna að vinna eftir henni sem og þeim áætlunum samgöngusáttmála sem að undirritaður hefur verið meðal sveitarfélaganna. Aftur komum við heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sem verða sérstaklega til skoðunar. Heimsmarkmiðin eru 17 talsins með 169 undirmarkmið og vonumst við til þess að geta nýtt þau, sérstaklega varðandi sjálfbæra þróun og nýtingu landgæða, í von að minnka útblástur og stuðla hagkvæmni og sjálfbærni innan sveitarfélagsins. Nokkrar aðrar áætlanir sem ég ætla að fara kannski minna í að svo stöddu aftur kemur aðgerðaráætlun í loftslagsmálum sem að snertir sama þátt heimsmarkmiðanna að miklu leyti. Við munum vinna að rammaáætlun sem að í raun hefur nýlega öðlast í fyrsta sinn lögformlegt gildi, en það var innan tímabilsins 2013. Landsáætlun meðhöndlun úrgangs verður til skoðunar sem hluti af þessu, framkvæmdaáætlun náttúruminjaskrá og þar komum við aftur að nýjum lögum náttúruminja og skráningu þeirra sem að ýtir okkur á stað með endurskráningu náttúruminja í sveitarfélaginu. Og svo er það byggðaáætlun sem er í gildi til 2024 og lýsir helstu stefnu ríkisins í byggðamálum. Fjarskiptaáætlun er hluti af þessu og kerfisáætlun Landsnets sem og aðrar aðalskipulagsáætlanir í kringum okkur. Samráð og kynningar skipta miklu máli varðandi gerð nýs aðalskipulags og er það nú hluti þess að við erum að reyna að útskýra lýsinguna í grófum dráttum núna og gera hana aðgengilega sem og öll gögn sem við höfum unnið hingað til. Markmið okkar er að reyna að uppfylla öll helstu ákvæði samráð þrátt fyrir að það virðist vera erfitt á þessum tímum. Við viljum þó benda á að allar ábendingar og erindi geta borist okkur á skipulag@mos.is.
Við ætlum einnig að reyna að nýta samfélagsmiðla og höfum nýtt til þess að kynna til dæmis þennan fund Facebook-síðu Mosfellsbæjar og munum á einhverjum tímapunkti þegar við höfum drög til kynningar og annað að reyna að virkja aðrar sambærilegar síður. Við erum líka með aðgengileg gögn hér á Þveráldu 2. Við erum með upplýsingatorg við bókasafnið á fyrstu hæðinni og erum við með síðuna núna mos.is/adalskipulag. En þar má nálgast helstu fréttir og öll drög þessa kynningu og einnig skipulagslýsinguna. Gert ráð fyrir að við munum að minnsta kosti reyna að halda 2 almenna íbúafundi þegar við höfum meiri gögn og markmið til þess að kynna. Þá munum við vonandi að fá meiri og dýpri umræður með íbúum og hagsmunaaðilum og öðrum sem að vinnunni koma. Við getum auðvitað alltaf tekið við ábendingum og hverju sem í gegnum vefinn og þegar að þessar kynningar og drög verða fyrir sjónum íbúa. Samráð verður haft við auðvitað lögformlega aðila sem að þarft á að kynna gögnin. Við viljum reyna að hafa gott samráð sérstaklega við aðila og nágrannasveitarfélög. Til dæmis ætlum við þessa lýsingu var sérstaklega óskað eftir umsögn eftirfarandi aðila. Þar kemur Skipulagsstofnun fyrst og fremst að skoðun lýsingar enda mun hún fylgjast með að þetta fari rétt fram samkvæmt reglugerð og lögum varðandi allt samráð og allt ferli aðalskipulagsins. Minjastofnun, Umhverfisstofnun, Náttúrufræðistofnun, Heilbrigðiseftirlitið, Vegagerðin, Samgöngustofa og Kirkjugarðaráð. Einnig sendum við lýsingar og óskum eftir umsögnum hjá nágrannasveitarfélögum sem aðliggjandi Mosfellsbæ. Þetta Reykjavíkurborg, Kópavogsbær, sveitarfélög Ölfus, Bláskógabyggð og Grímsnes og Grafningshreppur. Veðurstofa Íslands, Veitur, Landsnet, Skógræktarfélag Mosfellsbæjar og svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins. Þetta aðilar sem hafa núna fengið þau gögn sem eru aðgengileg. Einnig geta allir hagsmunaaðilar en þeir sem telja sig hagsmunaaðila, íbúar eða stjórnendur eða aðilar fyrirtækja hér í bænum sent fyrirspurnir eða ábendingar varðandi lýsingunni eins og hún sett fram. Ég minna þó á að lýsingin í raun samantekt það hvernig eigi að vinna þetta verk á næstu 2 árum. Efni lýsingarinnar og hvernig það fram kemur í ákveðnum köflum og undirköflum hennar ekki markmið sem við erum búin að setja okkur í dag. Lýsingin byggir að miklu leyti á hvernig gildandi aðalskipulagi framsett og þau atriði sem þar koma fram. Skipulagsnefnd sem starfar í umboði bæjarstjórnar, hún mun fara með valdið í vinnunni og bera það síðan undir aðrar nefndir og ráð innan sveitarfélagsins. Þar verða ákvarðanir og þar fer undirbúningurinn fram. Þannig að við erum ekki alltaf til þess á þessu stigi að fá ábendingar efnisleg atriði sem framkom í lýsingu til dæmis skógrækt eða vatnsvernd eða minjar því við erum ekki búin að vinna þau gögn. Við erum ekki með í höndunum þar sem við viljum kynna fyrir ykkur á því stigi að það sé verið að taka ákvörðun slíka þætti. Þannig að bara til þess að það sé haft þá lýsingin, hún til þess sett fram til þess að sýna hvernig við ætlum að vinna þetta ferli og í hvaða röð. Þá komum við til dæmis að tíma, ferli og áætlunum og áfangar sem við setjum okkur fyrir. Þetta skiptist í 3 megináfanga, það undirbúningurinn, það vinnsla, tillögu og ferli kynningarinnar og svo kemur samráð, auglýsingar og afgreiðslur. Við erum komin áleiðis með 2 áfanga. Undirbúningur og samningsgerð við nýja hönnuði og höfunda aðalskipulags lokið. Og í raun eru fyrstu fundir nefndarinnar og skoðun á sveitarfélaginu með hönnuðum og starfsfólki hér, hún hefur farið fram. Þess vegna setjum við í kjölfari fram þessa lýsingu og hún svolítið unnin upp úr þessari undirbúningsvinnu og útboði sveit sem sagt var frá hér í upphafi. Við erum núna komið fram í október vegna þess að við höfum í raun klárað vinnu við gerð þessar skipulagslýsingur og við höfum auglýst hana og erum að halda núna kynningarfund þannig að við erum komin áleiðis inn í ferlið og ferlið síðan sett upp í 3 áfanga eftir að lýsingin hefur verið kynnt.
Þá skiptir máli að fara í stefnumörkun og vinna drög að tillögu. Hér gefum við okkur 1 ár í næsta áfanga sem helsta undirbúningsvinna, sem helsta skoðun, helstu fundir og flestar áætlanir sem munu móta skipulagið í heild sinni. Þar með reiknum við með að eftir 1 ár munum við hafa drög að skipulagstillögu til þess að kynna íbúum og hafa þar almennan og góðan íbúafund þar sem við tökumst á kannski ákveðina kafla eða efni eða þar sem við munum hafa í höndunum næstu markmið. Í 4. áfanga gerum við ráð fyrir að úrvinnslan úr þessu kynningar og samráði fari fram. Þar með munum við vinna úr ábendingum eða andmælum við ákveðnar breytingar eða vinna breytingar með ítarlegri hætti til þess að eiga til samþykktar og loka kynningar á vormánuðum 2022. Þannig setjum við upp markmið aðalskipulagsins í heild. Þá viljum við aftur benda á að þessi kynning, eins og hún sett upp, opinber og aðgengileg sem lýsing aðalskipulagsins og ætlum við að taka við ábendingum til 23. október næstkomandi. Athugasemdirnar myndum vilja fá skriflegar annarkvort með tölvupósti eða þá á bæjarskrifstofur þveraldir 2 og hægt að senda okkur ábendingarna líka eins og ég nefni á skipulag@mos.is sem og öll önnur erindi varðandi aðalskipulagið, varðandi breytingar á einkalandi, varðandi ábendingar eða hugmyndir eða þá kafla sem eigi sérstaklega að taka til eða önnur auglýst erindi sem að koma síðar. Ég held að svo stöddu höfum við ekki mikið meira að fara yfir. Ég nefni að hér bara verið að fara gróflega yfir hvernig markmið og hvernig við setjum upp lýsinguna að svo stöddu. Ég veit ég að nota mjög mikið af sömu orðunum en það vegna þess að þetta yfirborðs, þetta svona fyrsta skoðun á ferlinu í heild sinni. Þetta ekki ætlast til þess að við séum að takast á ákveðna hluti og ekki þannig að ég ætla að lesa nákvæm atriði lýsingarinnar. Hún aðgengileg og mælum við til að þið kynnið ykkur hana eins og hún kemur fram hérna í mörgum köflum. Við vonumst til þess að íbúar og hagsmunaaðilar séu tilbúnir að veita okkur aðstoð þegar að því kemur og ábendingar á öllum stigum. Ég ætla núna að athuga hjá henni Önnu hvort að þið séu með einhverjar frekari spurningar sem hægt að svara. Og ætla ég bara að færa mig myndavélina hérna. Sjáum að einhverjir ykkar eru búin að vera að fylgjast með. Það ekki komnar neinar sérstakar spurningar sem annarkvort þýðir að það hafi verið mjög leiðilegt og fólk ekki að hlusta eða þá að þetta sé mjög skýrt og það ekki neitt sem að þarf að spyrja út í. Ég geri samt ráð fyrir því á þessu stigi þetta bara þannig að fólk tilbúið að kynna sér þetta og sé kannski ekki... Það hérna spurning. Það spurning. Já. Varðandi hringtorg. Ég íbúið að Dalartanga 8 og búin að vera að skoða þessar nýju teikningar þar sem svört lína teiknu við mönina sem skilir garðinn minn frá götunni en við erum nokkuð að færast nær lóðin hjá mér. Var þetta komið í gegnum... Þetta kemur í gegnum póstinn hjá okkur. Tengt þessu? Skipla, já, hann að senda þetta 1724 sko. Já. Gæti verið að hér sé verið að spyrja eitthvað út í deiliskipulag sem það gæti verið í kynningu? Jú, hann það hægt á því að það blandist saman við samt eins og við nefnum þá viljum við fá allar ábendingar og athugasemdir þarna í gegn. Á þessu stigi náttúrulega bara svo að það sé haft líka fólk að velta fyrir sér ákveðnum þáttum eins og hringtorg eða breytingar og gatnakerfi. Það getur verið mislægt gatnamótið annað í aðalskipulagsvinnu eins og þetta sett upp í aðalskipulagsuppdrætti. Þetta mjög gróf stefnumörkun. Við sýnum ákveðna hnúta og þá fjallað í greinargerð. Þá til dæmis fjallað í aðalskipulaginu núna að mörgum þeim hringtorgum sem gegnum sveitarfélagið gert ráð fyrir og markmið að geti komið mislægt gatnamótið eða önnur umferðarmannvirki sem hleypi umferð í gegn með öðrum hætti. Þetta allt til skoðunar, all þessi atriði og þessar tengingar liggja undir nýju aðalskipulagi og nýjir
ráðgjafar sem að koma að því munu skoða það sérstaklega með samráði við Vegagerðina, þar sem við þurfum alltaf að gera ráð fyrir ákveðnum svæðum í þetta. Þetta helst líka í hönd við frekari þróun og stækkun sveitarfélagsins. Einstaka atriði, bara svo það sé hægt líka á hreinu, einstaka atriði ákveðin svæði og markmið aðalskipulags eins og það algjörlega skilgreint í raun mjög skróf og stór yfirborðs stefnumörkun sem að síðan tekið á annaðhvort í rammaskipulagi eða deiliskipulagi nákvæmari samsetningu byggðar eða ákveðna þætti íbúðaþróun og húsnæði á ákveðnu svæði eða þá húsagerðir og þess háttar. Aðalskipulagið bara langtímasýn sem að tekur inn í þessar helstu stefnumarkanir sem og kannski ákveðin þróun byggða til lengri tíma og þar geta verið ákveðin þróunarsvæði sem við skilgreinum sérstaka ása eins og við til dæmis séð á síðustu árum þar sem þétting byggðar hefur verið mikil hér í kringum miðsvæðið. Ef að fólk með eitthvað frekar spurningar þá getum við bæði tekið það gegnum vefinn skipulag@mos.is og hér á YouTube rásinni. Ég held þó og finnst það bara mjög eðlilegt á þessu tímapunkti að sé ekkert mikið sem að brennur á fólki. Við viljum hins vegar benda ykkur á að lýsingin ennþá aðgengileg, hún verður alltaf aðgengileg sem á þessi kynning þannig að það þetta að renna yfir það og við erum líka boðin og búin til þess að veita aðstoð að svara spurningum í framtíðinni. Ef það örugglega ekkert meira þá held ég að við segjum þetta bara gott og við þökkum áheyrnina eða áhorfið eins og það myndi kannski segja. Við vonum á einhverjum tímapunkti að við getum haldið íbúafundi með fólki en við verðum að láta þetta duga að svo stöddu. Við þökkum það bara kærlega fyrir og vonandi var þetta jafn skemmtilegt og það var fræðandi.